Næstur á dagskrá Salvar Þór Sigurðarson. Hann vinnur hjá Já, tölvunarfræðingur með meistaragráðu í sýndarveruleika og starfar þar sem appsmiður. Salvar mikill áhugamaður notendaupplifun og aðra mannlega þætti tækninnar og erindi hans fjallar tími sýndarveruleikans ekki kominn. Ég ætla ekkert að fara að segja ykkur frá því sem ég kalla skringilugum áhugamálum hans, en hann sagði mér þó að hann væri fréttaþyrstur mikið og F5 væri uppáhaldstækinn hans á lyklaborðinu. Þannig að hann fylgist vel með og heldur fólki við efnið. Af því sögðu, Salvar, gjörðu svo vel. Gjörðu honum gott klapp. Já, gaman að sjá hversu margir hafa það orku í að hlusta á fyrirlestra. Þetta er 12. fyrirlestur dagsins. Þegar ég sá að ég var síðast í röðinni þá stilti ég fyrirlesturinn svolítið inn á það. Ég hugsaði með mér hvað það versta sem ég get gert ef ég síðast í röðinni að halda fyrirlestur. Og mér fannst það versta að vera að hafa langan, svona þurran, mjög tæknilegan fyrirlestur með alveg ótrúlega mikið af upplýsingum. Þannig að ég gerði ekki það og fór eins langt og ég gat í nóttina. Ég held ég hef ekki frá of langt, en það gæti verið, kemur bara ljós. En áður en ég byrja, þá ætla ég að kynna mig. Ég heiti Salvar. Þetta er ég. Í sýndarveruleika að þykjast vera að forrita en í rauninni bara að pósa fyrir myndina. Og ég er tölvunörd, fyrst og fremst. Læri tölvunarfræði í HÍ. En mér fannst alltaf líka mjög áhugavert að pæla í hönnun, hvernig hún tengist þessu, og sálfræði. Og sérstaklega þessi punktur þar sem þessi svið skerast, sem snýst að pæla í því hvernig tækni virkar, hvernig getum við gert eitthvað með tækni, og hvernig fólk virkar og hvernig við hugsum og hvernig fólk og hvernig hægt að hanna tækni og lausnir sem að virka fyrir fólk eins og það en ekki svona fantasíur hvernig notendur ættu að vera. Og mér finnst þetta mjög áhugavert því ég held að flestir hérna hafi einhvern tímann notað hugbúnað, vefsíðu eða eitthvað svoleiðis. Maður fær það bara mjög sterklega á tilfinninguna að sá eða sú sem bjóða til hafi bara lesið manneskjur eða svona frétt af manneskjum einhvern veginn í gegnum eitthvað, en aldrei nokkuð tíma að tala við mannesku af því að rosalega mikið af hugbúnaði bara ekkert hannaður fyrir manneskjur. Og þetta er það sem ég hef ótrúlega mikið áhuga á. Og þá var náttúrulega næsta skref eftir að hafa lært tölvunarfræðina, þá var að flytja til Vancouver, þar sem ég flytti með konu minni 2010 og byggum hana. Nákvæmlega þannig. Ég fann þessa mynd og ég taldi hæðirnar. Þar sem ég fór í Simon Fraser háskóla í Vancouver, í deild sem heitir School of Interactive Arts and Technology, að læra sýndarveruleika. Og þegar ég segi fólki að ég sem er meistaragráðu í sýndarveruleika, þá er það yfirleitt engu nær því að vita hvað ég lærði. En námið snerist akkurat þetta, þennan skurðpunkt á þessum sviðum, tölvunarfræði, sálfræði og hönnun og ýmsum fleiri. Og í mínu tilviki var ég sérstaklega að skoða einmitt og rannsaka hvernig skynjar mannfólk og hvernig skynjar heilinn umhverfið og veruleikann og sýndarveruleika og hvernig er þetta að nota það til þess að bæta tæknina og bæta upplifunina og svara rannsóknarspurningum sem tengjast því. Og nánar tiltekið þá var verkefni mitt, rannsóknin mín snerist að gera tilraunir á fólki í þessu tæki sem við smíðum og kanna hversuna fólk ratar ótrúlega illa í sýndarveruleika og bera það saman við hvernig fólk ratar í raunveruleikanum og komast þeir af hverju. En ég lofa að fara ekki neinn of mörg smáatriði, ég ætla að hafa þetta svona stuttan og meira svona skemmtilegan og fræðandi fyrirlestur og halda mig við aðalatriðin. En allir sem vilja spyrja mig eitthvað út í þetta, þá get ég talað klukkutímum saman allt þetta.
En ég ætla að koma með efninu sem sýndarveruleiki og það svona hugtak sem hefur verið mjög mikið í umræðinu undanfarið og svona poppar upp, kemur upp reglulega í fréttum, einhver svona vangaveltur og pælingar. Cirka 10 ára fresti, svona síðustu áratugina, gerist eitthvað, kemur einhver tækni, einhver nýjir hlutir sem að gera verkum að þetta verður svona umræða hvað getum við nú gert og hvað sýndarveruleiki gæti nú verið frábær í framtíðinni. En ég ætla að byrja alveg á byrjuninni og byrja á því að svara spurningunni bara hvað sýndarveruleiki og hver er munurinn á sýndarveruleika og að upplifa einhver svona umhverfi annars staðar. Eins og kom fram í ræðunni í morgun hjá þeim orðbragðsparinu, þá íslenska mjög frábært tungumál og það er hægt að lesa ýmislegt bara í orðið, að þetta einhvers konar veruleiki sem ekki raunverulegur, en aðeins betri, aðeins nákvæmari skilgreining getur verið að þetta sé svona tölvugert umhverfi þar sem að notandinn upplifir það eins og það sé raunveruleikinn. Og upplifir svolítið erfitt orð. Maður getur spurt til dæmis og fólk spyr eðlilega, til dæmis sjónvarp, að horfa á sjónvarp, það einhvers konar sýndarveruleiki? Og svo það nei, samkvæmt svona almennt samþykktum skilgreiningum, af því að þegar þú ert að horfa á sjónvarp, þú veist að þú ert ekkert að túlka það, þú ert ekkert að sjá það sem svona að þetta sé veruleikinn sem þú ert í, þú veist að það eitthvað í gangi hérna, einhver pálmatré og einhver sena, einhver veruleiki hérna, en þú veist að þetta er bara mynd á skjánum í sjónvarpinu sem í stofunni í raunveruleikanum. Og það er svona línan, heilinn heldur ekkert og þú heldur ekkert að þetta sé raunveruleikinn. En ef við tækjum til dæmis myndina sem í sjónvarpinu og settum hana í svona þrívítar gleraugu, þrívítar hjálm, eins og ég var með á myndinu áðan, þannig að þú sérð ekkert nema þetta umhverfi og þú heyrir ekkert nema þetta umhverfi og þú getur snúið hausnum og litið í kringum þig og hort og myndin breytist í takt við það. Þá erum við komin yfir þessu línu sem að gera verkum að það er hægt að kalla það sýndarveruleika. Allavega svona, það er hugmyndin með sýndarveruleika. Og svona birtingamyndir sýndarveruleika í gegnum árin hafa verið margar og forvitnilegar og skemmtilegar, allt aftur til 1957 sem ég veist magnað. Því að það var hugtæki sýndarveruleika ekki einu sinni til, en þá var fólk byrjað að leika sig með þessa pælingu að búa til einhvers svona tæki þar sem að þú upplifir einhver umhverfi í gegnum fleiri skynfæri heldur en bara að horfa á sjónvarp eða horfa á einhver úr fjarlægð. Og síðan hefur verið svona mikið af alls konar sniðugum hlutum og vangaveltum sem hafa mistekið sæðilega eins og Virtual Boy, kannski einhverju sem munið til því, það var tilraun Nintendo til þess að gera leikjatölvu sem að notaði svona þrívíða hjálm en ekki sjónvarp. Og hún tókst alls ekki. Svo var kannski einhverju sem mun eftir OS Virtual sem var fyrir einhverjum árum síðan. Það var svona hugmyndum sýndarveruleika og hvað var hægt að gera þar. Og Lawnmower Man, vona að einhverju mun eftir því, svona ákveðin hápunktur í kvikmyndasögunni. Samt ekki. En mér finnst þetta frábær mynd þegar ég var 10 ára og kom svona sýndarveruleika svolítið aftur í umræðina og svo núna nýlega þá komst sýndarveruleiki og byrjaði allir að tala sýndarveruleika aftur þegar fyrirtæki sem heitir Oculus tók sér til og gerði svona þrívíða hjálm sem bara miklu betri á margan hátt og miklu ódýrari heldur en svona aðrar vörur á markanum á þeim tíma. Og það er rosalega mikið af sniðugum hlutum að gerast þar og ég hlakka til að sjá hvað gerist þar. Og sérstaklega eftir að Facebook keypti Oculus á $2 milljarðar í fyrra. Og þá veit maður að þeir eru að fara að gera eitthvað rosalega merkilegt við það. En ef maður horfir á sýndarveruleika og ef maður hefur bara kynnst honum í gegnum svona fréttir og svona almennt umtal, þá getur maður mjög auðvitað haldið að sýndarveruleiki hafi aldrei náð að vera neitt meira heldur en
pælingar framtíðina. 1957 er verið að tala að þetta sé framtíðin og við erum ennþá að tala að sýndarveruleiki sé framtíðin. Við erum ekki komin ennþá í þessa framtíð. En það er nefnilega rangt. Ég held það sjálfur líka þegar ég byrjaði í náminu hjá mér. En ég komst að því þar að sýndarveruleiki er notaður furðulega mikið í dag og í furðulega gagnlega hluti og svona oft jákvæðari og svona gagnlegri hluti heldur en maður sér oft svona afþreyingar vinkilinn í gegnum fréttir. Það er skemmtilega að segja svona fréttir af því og tölvuleikjum og þannig. En sýndarveruleiki er til dæmis mikið notaður í sálfræði meðferðum. Til dæmis ef þú ert með fóbíu, einhvers konar fælni, þá er eitt meðferðarúrræði við því að þú fáir að upplifa aðstæðurnar sem þú óttast undir mjög stjórnuðum og öruggum kringumstæðum. Þannig að þú fær svona venjast þessu sem þú óttast og þú höndlar það af því að þú veist að þetta er öruggt og það er eitthvað sem stjórnar þessu. Og það getur verið mjög erfitt að búa til þannig aðstæður í raunveruleikanum. En í sýndarveruleika þá opnast miklu fleiri dyr og getur gert miklu fleiri hluti eins og til dæmis nota sýndarveruleika til að hjálpa fólki að takast á við köngulær sem er gert. Eða flughræðslu, það er í sýndarflug, eða lofthræðslu. Við erum aðra að sýndarlabba yfir svona þunnum planka. Og þarna nærðu fram þessu að heilinn, þú færð svona ábatan af því að vera í þessum aðstæðum sem þú óttast, en þú ert samt ekki í þeim, þú veist að þú ert ekki þar. Og þetta er miklu ódýrara heldur en að búa til einhver svona kringumstæður í raunveruleikanum. Og meira að segja, ég er verið að nota sýndarveruleika til þess að hjálpa manneskju að takast á við ótta við að tala fyrir framan fólk. Ég er manneskju að halda ræðu fyrir framan fullt herbergi af sýndaráhorfendum fyrir hann skjánum. Sýndarveruleiki er líka mikið notaður, og þetta er sennilega algengasta use caseið, í að kenna hluti sem að þau ert að læra að gera eitthvað, það sem að mistök geta kostað mannslíf og bara eru rosalega alvarleg, að þá getur mjög erfitt að kenna það, að læra það, því að þú þarft að gera mistök til að læra. Þú þarft að læra af mistökunum, en ef þú mátt ekki gera mistök á þess að það hafi hræðilegar afleiðingar, þá getur það mjög erfitt. Og þar kemur sýndarveruleiki mjög sterkur inn, eins og til dæmis í flughermum, sem er sýndarveruleiki. Og þar er verið að herma eftir aðstæðum, eins vel og hægt er, þannig að þú getur lært að fljúga, en ef þú gerir mistök, og þegar þú gerir mistök, af því að þeir sem læra að fljúga muni gera mistök, þá færðu ávinningin af því að hafa gert mistökin og getur lært af því, en þú þarft ekki að díla við afleiðingarnar af því að hafa brotlent flugvél. Og það er gífurlega mikill kostur, og það er einn af þessum mjög jákvæðu og góðu hlutum sem að sýndarveruleiki getur gert. Líka notaður í kennslu og þjálfun akstur, skurðlæknar, heilaskurðlæknar og ýmsir aðrir læknar hafa notað sýndarveruleika í svona þjálfun og til að af sömu ástæðum, þú ert að líka eftir einhverjum aðstæðum og þess að þú getur prófað áfram, þú getur gert mistök, en þetta er enginn. Hermenn, það er svona ég er svona minnstan áhuga á þeim parti, en hermenn nota sýndarveruleika mjög mikið í svipaða hluti, í þjálfun og slíkt. Og síðan, bara til að nefna eitt dæmi viðbót, þá hönnun er sýndarveruleiki mjög vinsæll, sérstaklega er þetta hanna svona stóra, mikla hluti, þess að það getur hjálpað mikið að þú getur upplifað á aðeins betur og svona dýpra heldur en að horfa á módel af byggingu eða eitthvað svoleiðis. Í staðinn það getur prófað og fundið hvernig það er að standa inni í byggingunni og sjá hvernig ljósið og sólinn kemur inn þennan glugga og gefur svona betri upplifun af þessum hlut. En þetta er svona mjög stutt yfirferð yfir hvað sýndarveruleiki er og hvernig hann notaður. En til að koma aftur að punktinum, að þá sýndarveruleiki snýst hann í rauninni bara að plata heilann. Sýndarveruleiki er blekking, af því að þú ert að taka mynd
og þetta umhverfi sem þú sýnir heilanum í gegnum skynfærin, í gegnum augun og eyrun og skynfærin sem við höfum. Þú ætlar að reyna að láta heilan halda að þetta umhverfi sem hann að skynja sé raunverulegi heimurinn sem að líkaminn í og setja hann í staðinn fyrir raunveruleikann sem þú ert í. Og þessi hugmynd náttúrulega snilldin við sýndarveruleika. Þetta er sýndarveruleika, þessi hugmynd að þetta sé hægt og það er rauninni magnað að þetta sé hægt. En leið, og þannig kemur þetta sem er svona gefið í skyn í yfirskriftinni á fyrirlestrinum, að þetta er líka langstærsta vandamálið. Af því að heilinn hefur ekkert gaman af því að láta plata sig og heilinn er mjög flókið fyrirbæri sem við skiljum á mjög takmarkaðan hátt. Og þegar heilinn veit að það er eitthvað skrítið í gangi að það verið að plata hann, þá hefur hann ýmis úrræði sem að við höfum ekkert gaman af og geta haft mjög slæm áhrif á okkur líkamlega og okkar líðan. En til þess að fara aðeins betur út í hvað ég er að meina með þessu, þá ætla ég að stökkva núna úr tækninni og yfir í smá sálfræði, þó ég sé ekki neitt sálfræði menntaður. En ímyndum okkur að þetta séu þið, sitjið hérna í salnum og eruð að horfa á mig, hlusta, vonandi. Og skoðum hvernig við svona upplifum og skynjum heiminn dagstæðlega. Við erum með ýmis skynfæri sem eru stöðugt að senda upplýsingar og senda skilaboð til heilans og segja hvað þau eru að skynja. Þannig að augun eru að segja bara við erum með þetta tjald hérna, við erum með hérna mann sem stendur á sviðinu hérna fyrir framan okkur, við erum í þessum sal. Eyrun skynja hljóðbylgjurnar sem að ég er að búa til að segja þessu orð. Jafnvægiskerfið í innra eyranu segir að það sé engin, þessi ekki að fara neitt hraðar eða hægar eða þessi ekki að beygja eða ekki inn ferð, þessi kyrr. Og snerti skynfærin sem eru í húðinni og vöðvunum og beinunum segja að þeir séu sitjandi, þeir séu kyrr. Og það sem heilinn gerir, sem ég finnst alveg ótrúlega magnað, það er staður í heilanum sem hefur það hlutverk að taka við öllum þessum upplýsingum og hlusta á allar þessar sögur sem skynfærin eru að segja, bara hvað þau eru að sjá og heyra og finna, og búa til úr þeim eina heildstæða mynd, líkan af raunveruleikanum. Til þess að við getum síðan nota þetta líkan til þess að labba og finna mat og forðast rándýr og drekka vatn. Og þetta er það sem gerir okkur kleift að vera bara til og geta labbað heiminn á þess að gjörsamlega ruglast ef við snúum okkur í hálfhring og villast og svo framvegis. Og þetta kerfi virkar mjög vel í raunveruleikanum af því að þessi skynfærin eru að segja nokkurn veginn sömu söguna. Augun og eyrun segja að við erum að horfa á einu mann í einhverjum sal og jafnvegis, þetta rímar allt saman, þetta passa allt saman, það er engin konflikt þarna. Og þannig að þegar heilinn þarf að setja þetta saman í eina mynd, þá er það yfirleitt ekkert mál í raunveruleikanum. Af því að við erum yfirleitt að fá þessar upplýsingar úr einum raunveruleika. Þetta er alveg frábært kerfi og gerir okkur kleift að vera til. En skoðum núna hvað gerist þegar við blöndum sýndarveruleika inn í þetta. Þannig að ímyndum okkur aftur að öll sitjandi hér, nema á höfðinu eru öll með svona þrívíddarhjálm. Það sem þið sjáið og heyrið, svona sýndarumhverfi, þar sem þið eruð að keyra á mjög miklu hraða. Núna segja augun við heilan að við erum úti á hraðbraut að keyra mjög hratt. Og eyrun, þau heyra,
í vindinum og heyra trén þjóta framhjá eða heyra í bílvélinni og segja bara við erum að keyra mjög hratt, við erum að mikilli ferð. En önnur skynfæri, innra eyrað er ekkert að tala við augun, þau eru ekkert að tala saman. Þannig að innra eyrað segir bara, alveg satt, segir heilanum bara að við sitjum kyrr. Og snerti skynfæri inn í húðinu og vöðvunum og beinunum segja við erum sitjandi og það er engin svona, við erum ekki hann í ferð. Og hvað gerist þá þegar heilinn þarf að taka þessar tvær mjög ólíku sögur af því hvað er að gerast í kringum einstaklinginn sem á þennan heila og setja saman í eina mynd og eitt svona líkan af umheiminum. Og svarið við því við höfum ekki hugmynd um það. Af því að það er ótrúlega persónubundið hvað gerist hjá fólki þegar það verður svona misræmi í skilaboðunum sem að skynfærin okkar er að senda. Þetta er það sem gerist í ferðaveiki og sjóveiki og bílveiki og svo framvegis. Eins og til dæmis, bara sem dæmi, ef einhverjir eru bílveikir en bara ef við sitjum í aftursætinu eða er að lesa, það er akkurat þetta sama að gerast að sem að situr í aftursætinu á bíl og þú ert að lesa, þá eru augun að segja frá miklu kyrrstæðari heimi heldur en innra eyrað og vöðvarnir finna að þú ert að beygja og þú ert að hægja og þú ert að hraða á þér. En augun sem eru að horfa niður á kyrrstæða bók eru að segja meira bara nei, við erum hérna kyrrstæði inn í einhverju rými. Og þetta misræmi á milli upplýsinganna er það sem að veldur þessari ferðaveiki og svona sem kallast simulator sickness, eða sýndarveiki, sem er mjög svipið. Og þetta er að mínu mati langstærsta vandamálið við það að koma sýndarveruleika til almennings og inn í stofuna eins og við erum að tala um núna í dag. Það er bara mjög stutt í að allir verður bara með sýndarveruleika í stofuna að gera eitthvað skemmtilegt. Af því að þetta gerir til dæmis mjög erfitt fyrir bæði mig og flesta sem ég þekki sem stunda einhvers konar sýndarveruleika rannsóknir. Sem dæmi, tilraunina sem ég keyrði í þessu tæki hana, það voru svona 40 mínútur hver session. Helmingur af þáttakandum gat ekki klárað sessionið, bara því þeim leið bara líkamlega illa. Og ég lenti sjálfur í þessu þegar ég var í annarri tilraun, frekar svipið, í sýndarveruleika. Ég entist í 3 mínútur, þurfti að leggjast á gólfið, þar sem ég lá í hálftíma, og mér leið mjög illa í svona 2 daga eftir á. Og það var þá sem ég fekk hugmyndina þessum fyrirlestri. En það er alltaf hægt að gera ýmislegt til þess að bæta þetta. Því að ef vandamálið er að það eru misvísandi skilaboð komið frá skynfærunum, þá er náttúrulega ein svona augljós hugmynd er bara hvað ef við látum öll skynfærin upplifa það sama, sem er alveg hægt, en þá þarftu að hreyfa manneskjuna og þú ert að gera alls konar hluti sem eru dýrir. Þú ert að smíða alls konar tæki og búnað sem er dýr, viðkvæmur, hættulegur og þetta hjálpar í svona mjög sérhæfðum tilgangi eins og lýsa áðan. Það er að nota sýndarveruleika í flugherma og í svona sálfræðimeðferð og það sem er einhver sem er að stjórna og halda utan um þetta og það er fjármagn til þess að byggja þessi tæki og svona. En ég sé bara ekki hvernig þú selur einhverjum vöru sem er með þessu smáliti. Ég veit ekki um aðra svona tæknivöru sem hefur náð vinsældum sem er með þessa klausu aukalega bara by the way, það er líklegt að þú verður líkamlega veikur af því að nota þessa vöru. Þú getur liðið mjög illa. Kannski ekki. Sumir höndla alveg fínt í lengri tíma, aðrir alls ekki. Flestir eru einhvers staðar á milli. Og það er verið að vinna að þessu vandamáli að sjálfsögðu.
ekki ja, margir og ég vildi. Af því þetta er minna sexy vandamál. Það er ekki hægt að leysa þetta bara með því að gera betri tækni. Betri tækni hjálpar alveg, en þetta er ekki tæknilegt vandamál. Þetta er mannlegt, þetta er við. Svona er heilin okkar, svona höfum við þróast. Þannig að við leysum þetta ekki bara með því að gera minni og léttari og svona þýfið að hjálma með hærri upplausn og öllum sem sniðu hlutum, þó að það geti hjálpað og ég veit að til dæmis Oculus eru að vinna í því og hafa lofað að næsta útgáfa, næsta prótótýpa frá þeim verði alveg laus við þetta vandamál og ég trúi því þegar ég hef prófað það og séð það. En ég vona það. Og þetta er ástæðan fyrir því að ég er tilbúinn að halda því fram að tími sýndarveruleikans sem svona almenningstæki sem þú ferð út í búð og kaupir og ert með heima hér sé ekki kominn. Það er að styttast í hann og ég hlakka til að sjá hvað gerist, en þangað til við lögum þetta þá held ég að við séum ekki að fara að fá svona tæki í stofuna. Ég gæti talað í marga klukkutíma í viðbót um þetta, en ég ætla að segja þetta gott í bili. Þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta og bara endilega ef þið eru með spurningar nákvæmlega þetta eða eitthvað annað, aðrar vangaveltur eða pælingar með sýndarveruleika eða bara hvað sem er, þá bara langar mér rosalega mikið til að taka eitthvað svona spjall og svo kemur bara ljós hvort þið getið svarað því. En takk. Spurningar? Já. Hefur þú prófað nýjustu típuna frá Oculus? Nei. Það er setja hann disclaimer. Það er hérna. Hefur þú prófað? Ég hef notað nýjustu típuna í 3 klukkutíma í brennslu án þess að finna fyrir neinum ummerkjum sem situr eða rödd. Og já, ég eiginlega bara einhverjum rosalega. Það er alltaf. Ég ætla ekki eiginlega bara að sýna kolranga mynd af tækni sem búin að breytast meira á bara 3 mánuðum heldur en þú veist hún hefur gert á síðustu 3 árum. Já, en það er einn punktur með þetta. Þetta er einn af þessum hlutum sem að við getum alveg vanist. Ég veit ekki til þess en það getur vel verið að fólk hafa átt í sem vandræðum þegar sjónvarp komið til eitthvað á þessum miðlum þar sem að heilinn vissi ekki alveg hvernig að höndla það og það er til, ég veit að það er þannig að fólk sem er að vinna í þessu og þeir sem að forrita sýndarveruleikatæki og svona og það er pínu vandamál að það fólk orðið það vant þessu og búið að venjast þessu að það getur ekki lengur svona skilið hvernig manneskja sem ekki vön því að vinna með sýndarveruleikatæki hefur hvernig þeir virka. Og nú veit ég ekkert hvernig hérna bara þetta núna bara á staðnum. Ég kíkja á þetta eftir. En já, ég meina ég er alltaf opinn fyrir því að hafa ótrúlega rangt fyrir mér, þannig að það er bara mjög góð möguleiki á því. Já, það er alveg. Það getur alveg virkað. Það var meira svona komment að blanda saman Oculus og Lazyboy. Væntanlega þá til að hreyfa svona, getur hreyft líka með. Já, það er akkurat hugmyndin, sko. Þú getur með því að svona inklúda fleiri skinnfæri með, þá getur þú dregið úr þessu. Það eru rosalega margar spurningar. Ég get ekki valið. Og þú ekki að velja, það ekki? Úps. Já. Og flughermir, ég þekki hann nú í hermir sjálfur, en þar er hann á tjöldum og feika þetta flugvél, en þar er nánast undantekning að þegar flugmenn í þjálfun að þeir fái sjóriðu af því að þú ert kjur. Það sem að flughermirinn getur ekki gert, það er að mynda ferðin og þess að mynda þessa ferð og þess að þyngdaraflið eða kíkforsið þess að feika
Já, það eru ein leið til þess að, og þetta snýst allt að plata og svona feika og svona, og mér finnst að magnaði heilin bara það flóknasta fyrirbæri sem við höfum nokkuð tímann kynnst og við erum bara að reyna að plata hann einhver svona frekar einföldum leiðum og finnst svo skrítið að hann fatti það. En ein leið til dæmis til þess að líka eftir því að þessum tilfinningum að færð bara að halla þér hans áfram, að þá þú nærið ekki alveg sömu tilfinninguna, en það er svona líkir eftir þessari svona hröðun og það er það sem að sumir hermar nota til þess að láta svona skynfæri og jafnvægis kerfið svona halda pínulítið að þú sért svona einhvern hröðun í gangi. Já, titringur, það er líka. Akkurat. Það er ekki nema með einhverjum svona tækjum, sko. Það er ekki að feika þyngdarafli, það er bara að nota þyngdarafli með einhverjum sveiflaðir og svona. Tíminn hlaupið frá okkur, framhald á næstu messu inn í bíl. Takk.